Formaður bæjarráðs Grindavíkur segir yfirvofandi eldgos ekki eiga að hindra dvöl íbúa í bænum. 300 hafa skráð sig í samtökum endurreisn samfélagsins. Garðyrkjubændur töpuðu hálfum milljarði króna vegna vetrarveðurs í fyrrasumar sem eyðilagði uppskeru og raskaði bústörfum nær allt land. Í Grýtubakkahreppi sér kartöflubóndi fram á tugmilljóna tekjumissi. Gróf brot á friðhelgi starfsfólks sendiráðs Íslands í Moskvu voru ein ástæða þess að því var lokað fyrir 2 árum. Að segn utanríkisráðherra sem segir að Rússar hafi brotið alþjóðasáttmála með framkomu sinni. Tugþúsundir komu saman í Serbíu í dag til að mótmæla spillingu stjórnvalda. Mótmælin hafa verið friðsæl hingað til en óttast að upp úr sjóði í kvöld. Strandaglópar borð í alþjóðlegu geimstöðinni gætu loksins komist heim á næstunni. Þeir áttu að vera nokkra daga í geimnum en eru búnir að vera fastir þar í nokkra mánuði. Komið sæl. Stuðningur við fyrirtæki og einstaklinga vegna húsnæðis í Grindavík rennur út eftir 2 vikur. Stjórnarkona í nýjum samtökum endurreisn bæjarins segir engan vita hvað taki við. Forseti bæjarstjórnar segir hús eiga að standa eigendum þeirra opin, en spáð eldgosi á sömu slóðum og síðast. Stuðningur ríkisstjórnarinnar með leigustyrk, rekstrarstyrk, uppkaupum á fasteignum og hollvinasamningum rennur út eftir 2 vikur. Ríkisstjórnin kynnir framhaldið eftir helgi. Járngerður eru nýstofnuð samtök Grindvíkinga endurreisn bæjarins og 300 búin að skrá sig. Við höfum auðvitað miklar skoðanir og áhuga á uppbyggingunni. Hversu miklar upplýsingar hafið þið fengið hvað tekur við? Engar. Samtökin eru samráðsvettvangur íbúa og stjórnvalda fyrir uppbyggingu. Fyrsta krafan að breyta hollvinasamningum sem 80 íbúar hafa gert við ríkið og leyfa þeim að fá afnot af húsum sínum allan sólarhringinn, en húsin hafa verið seld fasteignafélaginu Þórkötlu sem í eigu ríkisins. Fyrir að fyrsta þetta gistaákvæði í hollvinasamningnum svokölluðum sem stendur okkur til boða. Áform endurreisn standa þótt eldgos hefjast að öllum líkindum senn á Sundhnúksgígaröðinni. Magnús Tumi Guðmundsson prófessor segir allt benda til þess, þá gjósi á sömu slóðum og síðast og umfangið verði svipað. Hjálmar lögreglumaður og formaður bæjarráðs býr enn í sínu húsi og ekki á förum. Það búið að setja garða utan allt, við megum búast við svipuðu gosi, þannig að við þurfum bara að fara að pjakka okkur aftur inn og vinna meira, en eins og þið vitið þá 700 manns að vinna hérna daglega. Breyting á hollvinasamningunum skiptir meginmáli að mati Hjálmars. Nú þegar sé gist í 50 húsum og 80 til viðbótar ættu ekki að skipta sköpum. Ég veit alveg fólk, það flykkist ekki hér inn, en til þess að fólk fá bara að máta sig við aðstæður og prófa að vera hér og gá hvort þið er ekki vel. Nú ef það gerist eitthvað þá færum við okkur og komum svo bara aftur inn. Heldur að barnafólk vilji koma? Til Grindavíkur? Já, engin spurning, en það er kannski ekki tímabært akkurat núna, en við þurfum að hefja vinnuna. Rannsókn lögreglunnar á Suðurlandi á andláti karlmanns á 70-aldri sem fannst á þriðjudaginn í Gufurnesi miðar vel samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. 5 eru í gæsluvarðhaldi, 3 karlar og 2 konur, en alls hafa 10 verið handtekin og sá síðast í gær. Lögreglan á Suðurlandi nýtur aðstoðar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og embættis héraðssaksóknara við rannsókn málsins. Að sögn Jóns Gunnar Þórhallssonar yfirlögregluþjóns hafa í dag verið teknar skýrslur og vitnisburðir. Rætt hefur verið við vitni og nokkur fjöldi ábendinga hefur borist frá almenningi. Versta uppskera í 40 ár kom upp úr kartöflugörðum við Eyjafjörð í fyrrasumar. Á bænum Lómatjörn í Grýtubakkahreppi eru galtómar kartöflugeymslur og ljóst að tekjutapið er mikið. Hér er tómlegt. Já, hér er tómlegt. Það hefur ekki oft verið svona á þessum tíma. Það bergmálar í galtómum kartöflugeymslunum á Lómatjörn. Á þessum tíma árs ættu þær að vera hálffullar af kartöflusekkjum frá síðasta sumri. Byrjum að rækta hér kartöflur 1980.
Þannig að þið sjáu nú tíman og þetta svona það versta sem við höfum fengið á okkur í þessu. 300 tonn af kartöflum vanaleg uppskera á bænum en síðasta sumar kom undir 100 tonn af smáum kartöflum upp úr blautum og köldum görðunum. Það seldist allt fyrir áramót. Skellurinn kemur á þessu ári, það þannig. Hefur ykkur að myndaði hversu mikill hann verður? Já, þetta tekjutap upp á yfir 30 milljónir. Uppskerubrestur var raunin víðar landið þó sumir hafi sloppið betur en aðrir. Á Suðurlandi staðan betri þó uppskera sé almennt minni en síðustu ár. Það voru í raun afleitar aðstæður til hvers konar útiræktunar víða land síðastliðið sumar. Vorið fór hægt af stað en vetrarveður í júní gerði útslagið fyrir kartöflugrössin. Og þá kemur snjór og liggur á þessu í viku og það eins og allt drukkni bara. Það væri gott ef eitthvað grípur menn þegar svona hörmungar gangi yfir. Það var ekkert venjulegt sumar eins og flestir eru nú varir við en svo spurning hvar átaka pening. Bjargráðasjóður bænda hefur greitt tæpar 300 milljónir í bætur vegna kals í túnum. Þeir sem rækta kartöflur eða annað grænmeti utandyra bíða þó enn eftir svörum hvort að þeirra tekjutap verði bætt, en það talið nema hálfum milljarði króna. Einmitt, Axel Sæland, þú ert formaður garðyrkjubændadeildar bændasamtakana og þú ætti kannski að hafa svarið við spurningur sem var varpað upp hérna í fréttinu undan. Hafið þið séð annaðins tap í greininni áður? Nei, því miður þetta Eyjafjörður alveg sér á báti þarna. Þannig að árið var lélegt í heildina en þetta alveg gríðarlegt tjón sem í Eyjafirðinum. Nú kom fram þarna að hér í fréttinni hérna undan að bændur sem þeir hafa fengið bætur vegna kals á túnum. En hver staðan hjá þeim sem að stunda garðyrkju í útirækt? Við föllum hvergi inn í kerfið útiræktarbændur og þar af leiðandi engin sjóðir eða engar tryggingar sem að grípa bændur og þetta unnið það ákall sem að við erum svolítið með inn í ráðuneytið að við þurfum að finna leiðir til þess að tryggja bændur fyrir svona gríðarlegum aðkomubrest. Og eigið þið ykkur samtali við stjórnvöld þetta? Þetta algjöru byrjunarstigi því miður við hverja ríkisstjórn og rauninni ekki hægt að segja að þetta sé komin eitt á skrið en það sem að ráðuneyti gerði núna síðasta haust, það var að bjóða upp á að bændur getur skráð tjón sín sem í fyrsta skipti, sem að við hvöttum bændur til að gera og þeir gerðu. Og eins og kemur fram í fréttinni, þetta hálfur milljarður í tjón hjá stéttinni og sem sýnir í rauninni þörfina á því að bændur komist inn í eitthvað kerfið þar sem að þeir eru gripnir. Og hvernig þetta lögmál framboðs og eftirspurnar, þeir eru ekki stöðu til að vinna neitt með það, með því að hækka verð? Nei, í rauninni, bændur eru bara í samkeppni og aðalega við innflutta kartöflur og fersku kartöflur, þannig að þeir geta ekki bara hækka vöru 30, 40, 50% af því að uppskeran var minni, það gengur bara ekki upp. Og þungt hljóðið í þessum sem stunda útirækt? Já, hún bara verulega þung og það einmitt þetta að þessi áföll virðast gerast bara næstu í reglulega, þó að þetta sé kannski undantekning hversu mikið það en þegar að bændur segja á fundum að þeir geta ekki óskað næstu kynslóð eða börnum sínum sinn starfsvettvang að þá erum við að gera eitthvað vitlaust hérna á landi. Takk fyrir þetta, Axel. Utanríkisráðherra segir ljóst að rússnesk yfirvöld hafi ekki getað tryggt öryggi starfsfólks sendiráðs Íslands í Moskvu og það hafi verið ein af ástæðum þess að sendiráðinu var lokað í hittiðfyrra. Við erum að leggja starfsemina niður og ekki slíta stjórnmálasambandi við Rússa. Þessi ákvörðun þáverandi utanríkisráðherra vakti heimsathygli en Ísland var fyrst allra þjóða til að leggja alfarið niður starfsemi sendiráðs í Rússlandi eftir að innrásin í Úkraínu hófst. Í breska dagblaðinu Daily Express í vikunni var því haldið fram að brotist hefur verið inn á heimili starfsmanna íslenska sendiráðsins og að leyniþjónusta Rússlands hefur verið þar að verki. Eitt af því sem var undirstaða fyrir ákvörðun á sínu tíma að loka sendiráðinu að það var gróflega brotið á friðhelgi starfsfólks. Og svo gróflega brotið á friðhelgi getur útskýrt að nánar. Það gistiríkja samkvæmt Vínasáttmálanum að tryggja öryggi erlendra sendimanna sem að vinna innan þeirra landa. Var Vínasáttmálinn brotinn?
Já, það var ekki hægt að tryggja öryggi starfsfólks íslenska sendiráðsins. Þorgerður segist ekki geta tjáð sig hvort að þessi áreitni hafi einnig beinst að fjölskyldum sendiráðsstarfsfólksins. En þau voru alvarleg. Var leitað skýringa? Já, það var, rússneskum yfirvöldum var bent á þetta. Var rússneski sendiherrann hér á landi kallaður til þess að gefa skýringar? Já, eins og ég segi, ég ætla ekki að tjá mig frekar þessi mál. Þetta fór í ákveðin farveg og það mjög gildar ástæður fyrir því að þessi skref voru tekin. Tugþúsundir komu enn og aftur saman í Belgrad, höfuðborg Serbíu í dag, til að mótmæla spillingu forseta landsins. Mótmælt hefur verið með friðsamlegum hætti í nokkra daga í mánuði, en óttast að það breytist í kvöld. Mótmælin náðu nýjum hæðum í gærkvöld þegar þúsundir stúdenta komu saman í borgum víðsvegar Serbíu. Í dag fjölgaði mótmælendum hins vegar til muna. Stuðningsmenn forsetans ætla að bjóða mótmælendum byrgin og óeirðalögregla í viðbragðsstöðu. Hæglega getur soðið upp úr. Ástæða mótmælana slys í borginni Novi Sad í nóvember, þar sem fjöldi fólks varð undir þegar þak lestarstöðvar hrundi. 15 létust. Serbar kenndu skorti á eftirliti og spillingu og síðan þá hefur reiðin einungis magnast. Očekujem da će ovo poljuljati ovu vlast, da će Vučić shvatiti da narod nije više za njega. Ásakanir spillingu hafa löngum varpað skugga á 13 ára stjórnartíð Alexanders Vučić forseta. Hann meðal örfára þjóðarleiðtoga í Evrópu sem þykja hallir undir stjórnvöld í Rússlandi. Vučić segir mótmælin skipulögð af leyniþjónustustofnunum á Vesturlöndum. Stúdentar sem fara fyrir mótmælunum biðja fólk að halda stillingu í kvöld. Nadamo se pre svega jednom mirnom skupu. Ono što je važno naglasiti je da ne očekujemo poslednji skup ovakve vrste. Važno je naglasiti da ljudi ne očekuju da će se danas desiti bilo šta što je radikalno ili epohalno. Naše je sada da prikupimo što više naroda, da se skupimo na jednom mestu, da probamo da se prebrojimo, da vidimo koliko je to naroda koji podržava slobodu i prave vrednosti. Serbneskir stúdentar á Íslandi komu saman á samstöðufundi á Austurvelli í dag. Þaðan var gengið að Hallgrímskirkju og höfð 15 mínútna þögn. 1 mínúta fyrir hvert dauðsfall á lestarstöðinni í Novi Sad. Herforingjar Evrópuríkja og fleiri bandalagsþjóða Úkraínu munu hittast á næstunni til að kortleggja öryggistryggingar fyrir Úkraínu. Þetta niðurstaða fjarfundar sem forsætisráðherra Bretlands boðaði til í morgun, þar sem þjóðarleiðtogar í Evrópu og víðar heim komu saman með forystufólki NATO og Evrópusambandsins. Ætlunin að tryggja öryggi Úkraínu að undangengnum vopnahléssamningum við Rússa, til þess að koma í veg fyrir að Rússar brjóti þá samninga sem kunna að vera gerðir. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands, sat fundinn. So we will now move into an operational phase. Our militaries will meet on Thursday this week here in the United Kingdom to put strong and robust plans in place to swing in behind a peace deal and guarantee Ukraine's future security. Sooner or later, Putin will have to come to the table. So this is the moment. Let the guns fall silent. Let the barbaric attacks on Ukraine once and for all stop and agree to a ceasefire now. Unglingar í grunnskóla segja að símabann hvetji til meiri samskipta. Kennari segir mikilvægt að taka ákvarðanir í samráði við nemendur. Verði áform Ásthildar Lóu Þórsdóttur mennta- og barnamálaráðherra að veruleika verða sett lög eða reglugerð notkun síma og annarra snjalltækja í grunnskólum. Að þetta ekki bara til umræðu hér á landi. Í 4 af hverjum 10 löndum eru einhvers konar reglur eða lög sem takmarka notkun snjallsíma í skólum og umræðan mikil. Ráðherra segir tilgangin að bæta skólastarf en nánast allir grunnskólar á landinu eru nú þegar með reglur snjallsímanotkun. Hér hefur verið símabann í nokkur ár. Af hverju hafið þið verið með símabann? Það var kallað eftir því af nemendum. Það alveg fínt að geta verið í símanum en með slíka gott að það sé verið að banna því að þá talar fólk meira saman. Það getur alveg truflað að vera í símanum, já, en að mega vera að fara í síman, það örugglega líka mjög gott fyrir svona ungt fólk eins og okkur hér. Og ég held að þau tali bara meira saman og ég held að það sé bara gott að þau sé ekki mjög mikið í símanum. Ég held að trufla alveg smá í
geðheilsuna að vera alltaf í símanum og vera alltaf að skoða hvað að gera og hugsa út í bara allt og aðra í staðinn fyrir að hugsa bara út í sjálfu sig. En það að boðin koma svona ofanfrá, þar að segja frá ráðherra, skiptir það máli? Kannski varðandi reglur með símana, hvernig við meðhöndlum það. Þetta flókið, ég held að þetta sé alltaf best í samvinnu og taka þetta með börnunum. En myndir þú vilja fá að vera meira í símanum í skólanum? Nei, ekki of, sko. Ég er ekkert í honum og það hefur engin áhrif á mig. Þannig að þér finnst þetta bara passlegt? Já, þetta er fínt. Ég myndi kannski vilja að það mætti en ég myndi ekki alltaf vera í honum. Ekki sérstaklega sko, bara kannski að mega hafa tónlist, mér finnst það alveg hjálpa svolítið. Myndirðu vilja fá að vera meira í símanum í skólanum? 100% já. Ný 4 akreina hraðbraut verður lögð í tengslum við loftslagsráðstefnuna COP30 í Brasilíu í haust. Vegurinn er lagður í gegnum Amazon regnskóginn. Búist er við 50.000 gestum á ráðstefnuna í borginni Belém í norðanverðri Brasilíu í nóvember. Til þess að auðvelda gestunum ferðalagið frá flugvellinum ákváðu yfirvöld að leggja nýja hraðbraut beinustu leið til borgarinnar. Vegurinn liggur 13 kílómetra leið í gegnum Amazon regnskóginn með tilheyrandi skógarhöggi. Hann hefur verið á áætlun síðan 2012 en aldrei farið í framkvæmd, einmitt vegna umhverfis sjónarmiða. Auk mörg þúsund hektara skóglendis þarf að grisja ræktarland bænda í nágrenni við hraðbrautina. Aquela renda para manter nossa família. O nosso medo é esse, de chegar alguém aqui, olha, toma aqui dinheiro aqui, não precisar dessa área aqui de vocês aqui, para fazer posto, fazer galpão que vai passar caminhão, tudinho para armazenar os produtos deles aqui. Vísindamenn óttast áhrif hraðbrautarinnar á lífríkið í nágrenninu. Dýraspítali er nærri veginum þar sem slösuð dýr fá endurhæfingu og eru send aftur út í skóginn. Então a gente vai perder uma área de soltura, vai perder uma área que é o ambiente natural dessas espécies e pensar o que pode ser feito com esses animais que foram retirados aí ou para onde eles vão parar, né? Então afeta diretamente sim a conservação desses animais. Vonast er til að 2 bandarískir strandaglópar borð í alþjóðlegu geimstöðinni komist heim á næstu vikum. Geimskot eldflaugar SpaceX í gær sem ætlað að sækja geimfarana tókst mjög vel. Ferðin út í geim átti að vera 8 dagar, en síðan eru liðnir 9 mánuðir. Butch Wilmore og Suni Williams fóru með Boeing Starliner geimfarinu til alþjóðlegu geimstöðvarinnar síðasta sumar. Vegna bilunar í þrýstibúnaði taldi geimferðastofnun Bandaríkjanna, NASA, ekki örugt að fljúga þeim heim aftur. Starliner farið kom því mannlaust aftur til jarðar. Wilmore og Williams hafa ekki setið auðum höndum. Hér eru þau í geimgöngu fyrir nokkrum vikum að taka sýni af örlífverum utan á geimstöðinni. Hérna eru þau á þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna 4. júlí. Hérna nokkrum mánuðum síðar í kosningagýr, hér á þakkargjörðahátíðinni og hérna á jóladag, óravegu frá fjölskyldu og vinum. En dvölin er senn á enda. Í gær skaut fyrirtækið SpaceX sem í eigu auðkýfingsins Elon Musk Falcon 9 eldflaugin á loft með 4 manna áhöfnum borði í hinu splunku nýja Dragon geimfari. Það kemur til geimstöðvarinnar síðar í kvöld og verður á næstu vikum hægt að ferja Wilmore og Williams heim. Vonandi, jafn snirtilega og stærsta hluta Falcon-flaugarinnar var stýrt aftur til jarðar í gær. Í nýrri selalaug í Húsdýragarðinum eiga selirnir að geta kafað á 4 metra dýpi. Huga þarf að velferð dýrana, segir forstöðumaður dýrahalds í garðinum. Frá opnun Húsdýragarðsins árið 1990 hefur nánast engin uppbygging orðið, utan byggingar kaffistofu og nýs afgreiðsluhús. Hún er náttúrulega, eins og ég segi, barn síns tíma, hún er lítil, hún er í rauninni innan við 100 fermetrar. Það sem er stóra vandamáli við þessa laug er að hún er grunn, hún er ekki nema 1,7 metri þar sem hún er dýpst, þannig að þetta er bara varla sundlega dýpt og alls ekki raunar. Og við auðvitað höfum fengið gríðarlega margar kvartanir og ábendingar
árum saman út af aðstöðu selana. Í samstarfssáttmála nýrrar borgarstjórnar í Reykjavík talað að stækka selalaugina í garðinum og byggja nýtt þjónustuhús fyrir dýrin. Selirnir Kópur og Garðar eru fæddir og uppaldir hér í garðinum og samkvæmt dýraverndunarlögum má ekki sleppa þeim lausum aftur út í náttúruna. Því þykir við hæfi að bæta aðstöðu þeirra hér. Nýja laugin í rauninni svipað á stærð þessari hvað yfirborð varðar, en hins vegar mun dýpri. Og það kannski þar sem því að það mjög djúpt niður á fast hérna fyrir neðan, þannig að hugmyndin var svo að nota okkur það og hafa mjög djúpa laug sem var yfir 4 metrar á dýpt, þannig að selirnir getur kafað. Uppbygging í garðinum ekki ný hugmynd. Sumarið 2022 hófust framkvæmdir en þeim var svo frestað. Þorkell áætlar að kostnaður við nýja selulaug og þjónustuhús sé 150 milljónir. Og við búum bara í gjörbreyttum heimi hvað varðar kröfur til dýrahalds og líka bara viðhorf almennt til dýrahalds og hvernig við viljum hafa aðstöðu dýra. Og þá að veðri, sunnan kaldi á morgun en víða styðningskaldi eða allhvasst á norðvestanverðu landinu. Súld eða lítilsháttar rigning á öðru hverju sunnan og vestanlands en bjartviðri á norðaustur og austurlandi. Hiti verður á bilinu 3 til 10 stig að deginum. En við förum nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum. Íslenska karlalandsliðið í handbolta gat tryggt sæti sitt á EM 2026 með sigri gegn Grikklandi í dag. Fjölmarga leikmenn vantar í íslenska liðið sökum meiðsla, en það var ekki að sjá í leiknum. Nýr formaður Körfuknattleikssambands Íslands var kjörinn á ársþingi sambandsins í dag. Þar að auki var samþykkt að KKÍ myndi skoða útlendingareglur í deildum landsins. Við kíkjum einnig á meistaradeildina í hestaíþróttum, Formúlu 1 og golf ásamt fleiru í íþróttum kvöldsins. Og árum við kveðum ykkur þá skulum rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Formaður bæjarráðs Grindavíkur segir yfirvofandi eldgos ekki eiga að hindra dvöl íbúa í bænum. 300 hafa skráð sig í samtökum endurreisn samfélagsins. Garðyrkjubændur töpuðu 0,5 milljarði króna vegna vetrarveðurs í fyrrasumar sem eyðilagði uppskeru og raskaði bústörfum nær allt land. Í Grýtubakkahreppi sér kartöflubóndi fram á tug milljóna tekjumissi. Gróf brot á friðhelgi starfsfólks sendiráðs Íslands í Moskvu voru ein ástæða þess að því var lokað fyrir 2 árum að sögn utanríkisráðherra sem segir að Rússar hafi brotið alþjóðasáttmála með framkomu sinni. Tugþúsundir komu saman í Serbíu í dag til að mótmæla spillingu stjórnvalda. Mótmælin hafi verið friðsæl hingað til en óttast að upp úr sjóði í kvöld. Strandaglópar borð í alþjóðlegu geimstöðinni gætu loksins komist heim á næstunni. Þeir áttu að vera nokkra daga í geimnum en eru búin að vera fastir þar í nokkra mánuði. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum ykkur líka á RÚV appið. Þessum fréttatíma lokið. Hafið það gott og verið sæl.